Það ég skora á fólk að fylgjast með Dr. Fútból líka á YouTube. Dr. Fútból ætlar að live alla laugadaga. Doc Zone, hvorki meira nýja minna. Keli mættur, það stóra nafnið í dag. Kelin. Það bara svoleiðis. Og með honum félagans úr Liverpool-samfélaginu Sóli Holms, betur kallaður, stundum kallaður Jóli Holm. Einhverju segja áhugi 0 út af því að Túborg núna bjóða upp á 0,0%. Já, og ég mitt sponsaður af Túborg áhuga 0. Já. Þannig að það bara áhugi 0 á Jóla Holm, sko. Þú ert það stór að þú ert ekki sponsorað en þeir fá að vera með, þeir bara fá að vera með. Þeir fengi að vera með og sponsa sko auglýsingarnar mínar sem ég hef reyndar ekki þurft að gera. Nei. Það er bara, þetta mjagast. Þetta mjagast heldur betur. Það er æðislegt. Sko, þetta er æðislegt. Ég fara á hverju ári á Jólahólm og ég elska þetta. Þetta er bara hlut af jólunum mínum. Já. Þannig að Chris Eubanksiðinn, hann er alltaf að vera stærri og stærri. Já, ég veit það. Ertu ekki ánægð með það? Jú, ég er alveg ánægð með hann. Stundum er ég bara svona... Já, hann er bara, sko... Hann er geðveikur. Hann er geggjaður, sko. Hann er komið með, Kevin Eubanks. Kevin Eubanks, já. Hann er komið með sinn eigin aðdáendahóp. Já. Og það er nefnilega svolítið gaman að sko... kallar sín honum mikið áhuga. Já. Það er alveg svakalega, kallar alveg dýrkan, sko. Já, þegar hann virðist vera klassískt menntaður og þetta er svona með alls konar. Þetta er svona gáfumanna lúk, sko, þetta er svona, hann er rosa greindur í útliti. Léttu Víkingur Heiðar í honum? Já, Víkingur Heiðar / ungur Jakob Frímann. Þetta er svona, það er blandan sem hann er að vinna með, sko. Og ég heiti Jakob Frímann skilur í allt á hreinu. Já, þetta er glæsilegt. Þetta er svona, hvað segir margt úlingastarfið þitt? Sko, þú var svona, hvað er nýjan tóni fyrir það? Þú var svona aðeins grófari en við höfum verið vön. Verður þetta einhvern veginn þannig að kannski seinningssýningandi verða grófari eða verða það bara pretty much? Já, en svo náttúrulega reyndar þegar ég sá að ég gekk gjörsamlega fram að þér í fyrra. Já, það reyndar gerist. Og þá svona hugsaði ég get ekki lofað því að ganga lengra í ár, en ég gengi jafnlangt. Línan var ákvörðuð í fyrra. Sko, Gunni Birgis lendir í því að Gísli Einarsson, hann rekur hann á landan. Hvernig heldur það símtal hafi verið? Þú veist? Þetta bara hann var leiðilt að þurfa að ringi þetta á hrundakvöldi og tilkynna þeirra því að við höfum núna verið að fá ákveðnar kvartanir gegnum tíman hérna á ríkisútvarpið vegna þinnar framkomi og hefðunar í þættinum og efnistökum og öðru, en að því miður á verðum hérna að fá inn hérna hann Valgeir úr lestinni til að vera með okkur í vetur. Þetta hefur verið eitthvað svona, heldur þetta hafa verið eitthvað Arsenal Tottenham dæmi sem hafa pirrað? Alveg mjög líklegt, sko. Já. Gísli er svona ángríns alveg eitt veikasti Tottenham að landsins. Já. Ég hef farið í Tottenham fótbolta á jóladag með Gísla Einarsinni, sko. Já, okay. Það var með það var þegar ég var í fjölskyldu í Borgarnesi, við vitum hvernig þú sorgarsaga fór. Heldur betur. Nei, það var Jón Georg Ragnarsson sem er með rosalega Tottenham. Það er Gísli, hann er með rosalega hraða og hann gunnar alltaf og neglir. Rosalegur, sko. Það sem að velti fyrir, sko, að því að þú veist, maður fær rosalega lítið af Sóla Holm frá svona janúar til október. Já. Ég meina þú gætir ábla verið sko eitt tekihæsti listamaður þjóðarinnar eða þú værir alla, þú veist, er þetta meðvitað að þú ert nánast? Já, þetta er tillitssemi við þjóðina af því að þú veist, maður vill ekki vera í andlitin á fólki alltaf, þú veist, og því að þetta er, já, það er bara þannig að ég er meira bara að skrifa sjónvarpsþætti meðan ég er á miðju ári, en ég tek alveg gig, en ég er þá meira bara mjög lítið. Akkur er eitthvað í sumar og... Já, akkur er bara þá bara því að ég var ennið mótunu. Bara þú veist, ég var bara að borga, ná upp í kostnað og en sko, nei, svo er ég bara mest, ég er meira bara mætt í sko, ég er að taka 2, þú veist, 1 fertugsafmæli og 1 fimmtugsafmæli í kvöld, sko. Þannig ég er meiri þannig, ég er ekkert á ásatíðunum eða svoleið, sko. Nei, það er bara Sóli Holm minni á miðasölunni á tix.is þar sem að þú getur náður í miða á Jóli Holm. Segjum sem svo að ég panti 22. desember og svo allt í einu bara satt hér í Hjörvar. Þú veist að jólabóðurinn 22. desember. Þarf ekki að búið til eitthvað svona miðahöpp þar sem að menn geta skipta á milli sín? Jú, það er alveg... Eða viltu ekki kaupa aftur á eitthvað annan? Nei, sko, það er náttúrulega reglunar eru þannig að ef það eru meir en 2 vikur í viðburð, þá getur fært ef það er laust. Ok, það er þannig, það er hægt. Já, það er hægt, sko. Það var svona með aðal stressi mitt þegar ég var að kaupa í gær. Já. Var bara svona, herðu, var ég eftir? Geðveikt. Já, en það er líka, þá getur líka sagt bara,
sorry, ég kemst ekki, ég að fara að Hólmaran. Þú veist, það alveg, reyndar. Það alveg líka valid. Ég búin að mæta hann í 20 ára en ég frá Hólmaran í kvöld. Verður blöðurinn, kemur hann við? Sko, það náttúrulega verið að teikna upp og verður náttúrulega bara, þú veist, unnið við þetta dag og nótt fram að hann fekk náttúrulega smá sjátt í fyrra. Sturlað. Já, þetta eitthvað mest töffar sem ég kynst. Já, Miley Cyrus. Já. Það var Bríet hjá mér, sko. Já, Bríet. Bríet, hérna komið lag með einhverjum mest töffar sem ég kynst. Það nú Bríet. Heldur betur Dr. Fútból að sjálfsögðu mjög þakkláttur öllum. Hann verður smá chaos hérna hjá hann. Hann auðvitað eins og sjáið í 9 setti. Skora okkur að fylgjast með mér líka á YouTube. Dr. Fútból með Domino's Pizza og Dr. Fútból unnið lengi saman. Fórum og einmitt borðaði þar í gær síðast. Ég minna á sprengivikuna hjá Fitnessport. Svafir í Fitnessport, 25-70% afsláttur þar. Þetta besti tíminn, þetta tíminn til þess að leggja allt í ræktina. Þetta tíminn þar sem maður hættir að borða og maður bara æfi mikið og ég náttúrulega, þú veist, það þér að þakka að ég eigi góða viðskiptasögu og samband við Svafir í Fitnessport. Já, ég kynnti ykkur. Já, þú kynntir okkur í sín tíma og það bara frábært og farsælt samband sem við hefum. Heldur betur og það hvort sem þú þarf prótein eða hvort þú þarf pre-workout, þá það hægt þarna. Og ég minna á Tékkland byrjuð sko 50% afsláttur, það bara alltaf þannig, ef þú ferðin í Tékkland, þá 50% afsláttur þegar Dr. Fútból sendi. Drengir, það styttist í stóru stundur, ég veit þetta stóru stund á þínu heimili sérstaklega Sóli, 27. september, þá fer nýr EAFC í sölu. Þessi gamli FIFA leikur, þar tölvutek algjörlega á sér stað. Við erum að spá í að reyna að fá Guðjón Daniel, Sigabond, búa til einhvern massívan event í kringum þetta hjá þeim. Og láta þá spila hann og eitthvað svona. Já, kannski að fá Baldvin, stjörnustrókin þinn. Já, til að spila. Það reyndar eldri 10 sunum betri í FIFA, sko. Við þyrftum að fá hann, sko, gefa honum loksins eitthvað pláss, sko. En þetta sem svona ángríns þetta samt. Þetta bara undanfarin byrju við, sko, Matti 17 ára í dag, ég held að ég hef gefið honum leikinn þegar hann 5 ára, nei, PlayStation 5 ára, dómnum, sko. Þannig að við erum að segja að þetta 12 ára saga sem ég hef alltaf ángríns keypt nýjasta FIFA. Já. Þannig að þetta bara... hann að tjálta fyrir Drelko, eða? Nei, þetta allt komið á netið í dag, sko. Ég í svona mjög hörðum klúbbi sem að vil bara spila þetta orðið á Xbox. Já, einmitt. Þú veist, ég Xbox kall í dag, sko. Miklu það fjastring. Já, bara og það einhvern veginn, það einhver feelingur við Xbox. Herri, en ég með spurningu fyrir ykkur frá tölvutek. Það kemur fyrirgjöf, ég gríp hana og eins og Kili veit þá get ég kasta hana yfir allan völlin og ég kasta boltanum yfir allan völlin og ég markið hinum einn. Hvað gerist? Tölvutek. Það markspyrna, þín megin. Markspyrna. Já, þú fær markspyrnu. Nei, hinn megin, hinn fá markspyrnu. Það rétt hjá þér. Því að fyrir 5 ára síðan hefði þetta bara verið mark. Já. Svo voru tekin eitthvað breytt þar sem að það má bara ekki skora með hendi í fótbolta. Það bara ekki innkasti. Það má aldrei skora með hendi í fótbolta. Það er ekki bara fínt. En þú sparkar út. Já, það er bara mark. Það er bara mark. Það er að segja bara hérna venjulegt. Bara gamla góða. Já. Það er bara mark. En ef ég grít honum inn í markið. En ef þú sparkar og vindurinn tekur þetta tilbaka inn í markið, er það ekki hotspyrna? Það er hotspyrna. En nú erum við fannir að fara kannski of langt í einhverju detail. En það er bara ef það úr útsparkið, ekki? Jú. Þú veist, en ef þú skilur þá ég meina markspyrnu. Ekki sem sagt... Ekki útsparkið. Nei. Það er bara útsparkið. Já, markspyrnu. Skulum fara Power. Skemmtileg umræða. Já, heldur betur skemmtileg og fróðleg umræða. Sóli Hólm, Jóli Hólm, Drjóli Hólm. Já, eða Skóli Hólm. Vinur hans bjóð til skólarappið sem ég held að myndi koma í vesen. Nei. Það var, ég hugsaði með mig í ég sagði skólarapp, ég sagði, herru, þessi krakkir var í vesen, sko. Nei. Þetta er Anthem of a Generation. Það er það sem þetta varð. Heldur betur. Og hann, sko, hann var aldrei lítill með þetta, sko. Hann var enda mjög lítill á þessum tíma og lágvaxinn, en hann var ekki, hann bara brosti svona, vinalegu brosi bara, það var engin sem stríð honum. Vinalega Dr. Fútból brosið, vinalega brosið hjá henni Ingu á Dynout, panta mat, hún mætt aftur í vinnuna. Átti badd fyrir 3 tímum síðan, mætti aftur í vinnuna, bara hvað þetta skrifstu hana, góðan daginn. Þú fundum með Google bara og eitthvað. Já, herri, þú ert auðvitað formaður Liverpool klúbsins, það gleymist, og samfélagsins fyrirgjöf.
Liverpool samfélagsins og þú ætlar að páranga fyrir mig 5 trilltustu Liverpool stuðningsmennina sem að þú hefur kynst í þínu starfi sem formaður samfélagsins. Já. Og númer 5? Númer 5 maður sem ég vann með í ATFR 2005. Hann heitir Hörður Jónsson. Hörður Jónsson. Hann lætur menn heyra það. Og rosalega passionate og þetta var svona á downtímanum mínum sem Liverpool stuðningsmaður sem ég kynntist honum að því ég datt út að því nokkur ár. Já, ég ætla ekki að rifja þann tíma upp. Nei, nákvæmlega og þá svona hann hélt neistanu gangandi frábægæði. Þetta líklega mest googla Íslendingur nættir. Já, Hörður Jónsson, hann á Twitter og toppmaður. Ekki ruglunum saman við Hörð Snævar Jónsson, það annar leikmaður. Nei, hann á ekki heim í þessu samtali sko. Númer 4. Númer 4 Kristján Ingi Gunnarsson, sem er hérna niðri á vinnu bara í sama hús og doktor með tekt sitt fyrirtæki. Hitt hann áðan á leiðninga upp, virkjum samtalið og bara hann var brjálaður út af það var einhver spurningakeppni hjá plóternum á þeim Liverpool. Bara ótrúlegt hvað sem henn vissi ekki. Eðlilega brjálaður. Já, brjálaður sko. Hann við sentimental. Já, þannig erum við. Þannig þessi besti. Herðu, númer 3 Davíð Guðrúnarsson. Já, diggi. Já, hann er þú veist, þetta eiginlega topp 3 eiginlega svolítið, þú veist, það svolítið dagsform þar. Þeir eru svona, þetta eru menn sem eru bara, þeir lifa fyrir þetta. En Davíð Guðrúnarsson er með rosa mikla ástríð og ég veit að þetta stjórnar hans tilfinningalífi mikið, hvernig Liverpool gengur. Ég nefnilega, börnin okkar á sama leikskóla og ég ræði þetta oft í konuna, svona Signíu. Þú veist hvernig ástandið bara, ef það hefur gengið illa þá finnst mér gott að sko virkja netið í kringum okkar minnstu bræður. Þú veist, þannig að stuðningsnetið, virkja allt netið, þannig að ég á gott samtal við ættingi þessa fólks. Heldur betur, númer 2? Gaui Kara. Það er Gaui Kara, já. Það er Kara. Það er Karan bara svona, hann og Davíð eru svolítið bara svona sama meiði. Þeir eru bara svipaðir og ég svona tala mikið við hans fólk í Vestmannaeyjum svona hvernig hans líðan og annað. Já. Og það er bara eins og segi, hann er með gott fólk í kringu sig líka, eins og Davíð. Fyrsta sæti Heiðar Austmann. Já, það er Austmann. Eftir að hann tók Arsenal-menn á taugum. No contest. Hann tók menn, það er líka því hann lifir hann borgar ekki krónu í leigu í haustnum á Gunnar Birgis og félögum. Já. Og þá bara hann breytti einum staf í nafni liðsins þeir fóru á taugum. Ég skal viðurkenna það er eitt besta róttök síðan þegar breytti nafninu í Arsenal. Já. Það bara ég vissi ekki að það var aðalega það sem að náði mig þar, ég vissi ekki að hann hefði svona sterk áhrif. Skilurðu, hvað hann væri í raun virtur og þú veist, þannig að í raun hann hækkaði þú veist, ég hækkaði áliti hjá mér mikið við þetta. Sko fyrir þá sem að, þú veist, þú ert auðvitað ekki allra innan samfélagsins, svona fyrir, maður veit að það er einhverju sem er að býja eftir að þú stíði til hliðar og Baldur kannski tæki við. Er það eitthvað í kortunum? Nei, sko það er nefnilega svolítið misskilningur að við Baldur erum unit. Þú veist, Baldur er í raun sko, ef við verum bíll, þá er hann vélinn, ég er bodyð. Þú veist, og það er bara því að hann vinnur alla vinnin og hann hefur svolítið verið duglegur að taka svona að því við erum náttúrulega marga mjög svona ástríðufulla þegna út allt land sem að hafa samband. Baldur hefur svolítið verið að taka þessi símtöl og skilaboð. En einhverjir fara beint í toppinn og hafa beint samband við formanninn og þú veist, þá tek ég það sko, að rúla í þeim boltum, en ég sendi alltaf, ég læt hann yfirleitt vita, ég er að taka þetta, þannig að þú kannski einbeitir þér að þessum núna. Það er svona mesta vinnans í samfélaginu, það er þessi andlega sáluhjálpin. Var hann ekki líka til að skamma menn, hann er með töluvert aggressívar lúkið þú? Jú, hann situr menn á sinn stað. Það sem að sko, það sem margt í þessu líka hjá okkur í samfélaginu, þetta með þessu Jói Áspjörs, hann er ógeðslega spenntur fyrir að fara inn í samfélagið leðu þú ert farin. Og hann er tilbúin með peninga á kantinum þegar Baldur tekur við. Ég veit að hann bara gerir sér ekki, Jói er svona sem hefur unnið sterkast gegn mér innan Liverpool samfélagsins, því að við vitum alveg hvernig Jói hann er alltaf í fætt. Hann er alltaf í fætt og hann er tilbúin með peninga á kantinum leðu þú fer. Og hann er veifandi þessum peningum framan í Baldur og fleiri sko, þannig að og hefur reyndað sagt ég er tilbúin að bjóða ykkur þegar Keilahöllin var sem mest sko, bjóða ykkur frítt, drekki frítt, borðið frítt, bara sól er ekki með ykkur. En þeir segja bara nei, annarkvæmt kemur hann með okkur eða ekki. Heldur betur og
Já, gaman að kynnast þessu öllu saman, Sóli Hólm og Keli. Kannski þrýfa ekki bílinn jafn oft og Dr. Fútból. En þegar Dr. Fútból þrýfur bílinn sinn, þá það gert hjá Löðri að sjálfsögðu kynntu áskriftarleiðina hjá Löðri. Og frábær nýja stöðin hérna á Vesturlandsvegi. Já, ég held að sé út að segja það. Hún algjörlega æðisleg Hún nýopnuð, já. Fyrir okkur sem að viljum degra við bílan okkar. Ég búin að fara 2 svar, án gríns. Já, ég held ég ekki að voru að grínast með þetta. Ég ekki alltaf að grínast, sko. Nei. Förum í þetta allt saman með Löðri. Þetta Ponsa fór á samfélagsmiðlinn X í gær. Cristiano Ronaldo 900 mörk. 2 augu sáu. 55.632 geta sagt ég var þar. 900 mörk. Það er flott. Það er helviti gott. Bara takkið með hans í gegnum þetta. Ponsan ekkert brenda því að vera að tala ykkur marka með? Góð punktur. Reyndar góð punktur en þurfum við ekki frekar í gögn? Já, bara endur skoðin á þetta sko. Já, ég held það. Það er 432 mörk eftir 30. Bara hvað rugl er þetta? Hann breytir sér í framherja þá. Takkið með gegnum þetta. Hann breytir sér í framherja þá. Og svo náttúrulega, hvað er mörg að þessu núna síðan hann kom til Saudi? Það er ykkur örgulega 60, 50, 60. Já. Þetta er slattið þar líka. Já, býtu, en við höfum séð margalendi við sinni. Já, ég er ekki Manni og allar sorgar. Ég er að segja eftir 30 á breytti sér í sendir. Bæði og Juve og... Já, bara þetta bara sýnir bara ungu fólki sem vill vera gott í sinni íþrótt að hugsa vel sig og metnaður, kemur þeir alla leið. Því það er enginn sem vinnur hann í því. Nei. Þessi, þú veist, og það líka að gera þetta á móti Króatunum. Það gerir þetta einhvern veginn ekstra töff. Nei, mér finnst það ekki því. Króatar hafa vel aldrei verið með lélega liðeldur en núna, sko. Er það? Það er þín orð. Já, það er mín orð, sko. Sko, bara talandi um Ronaldo, þá er aldrei rétt að tala um Ronaldo í raun og veru á þess að tala um Messi. Hvað gerir Messi í nótt með Argentínu? Þeir unnu allavega. Er það ekki eins skipti máli? Ég veit ekki. Hann er að vinna svolítið með landsliðinu, sko. En svo sjáu bara vinnusemina í Messi. Hún er þekkt. Hann stoppar aldrei. Hann er alltaf hlaupandi. Hann ríkur tilbaka. Hann vinnur, hann er upp og niður kantinn. Hann er í þessari skítavinnu. Hann er í þessari skítavinnu, sko. Þetta var ótrúlegt að fylgjast með þessu og maður sá að þetta skipti hann öllu máli. Hann hendi nú í litla sneið á Pelé-kallinn. Sagði við hann að bjútið við hans rekord er að öll þessi mörk eru til. Vá. Já, það er alveg sneið. Já, það er sneið. Sneið, sumir segja all kakan. Já, var sjónvarp hann var byrjað að skora sín mörkan Pelé eða? Já, ég get sýnt þér hérna úr 58 leiknum, bara í róleitunum, bara þegar þú vilt. Áfram Ísland segja einhverjir, áfram Sony segja aðrir. Sony sjónvarpin, Borgatúni. Sony tækin slegið í gegn hér á landi sem og annar staðar. Íslenska landslið hefur vegferð sína í þjóðardeildinni í kvöld. Hrafnkell Freyr Ágústsson er búinn að kafa dýpra í þetta en flestir. Það er bara hannig. Hvað er að fara að gerast í kvöld í Laugardalnum góða? Það sem er að fara að gerast í kvöldur við erum bara að fara að spila okkar hefðbundna 4-3-3 kerfi þar að segja. Já, hvernig byrjum við? Heyrðu, svona það sem ég spái er að Hákon verður sjálfsög í markinu. Já. Valgeir eða Alfons ég ætla að setja varnagla þar, annarkvort þeirra mun byrja. Hægri bakk. Svo verðum við Gulla, verðum við Daniel Leo, Kolbjörn Finnsson. Djúpir verða Jói og Arnór Yngvi. Þar fyrir framann Gylfi, Arnór C og hægri, Jóndaður vinstri, Orri upp á topp. Ok. Þetta er bara flott lið. Já, þetta er bara virkilega vel teiknað uppkýli. Já, er ekki þetta að hafa bara saman frammi? Andra Lukas og hérna hann. Jú, það væri klálega hægt, skilur. Hann hefur náttúrulega bara ekkert verið mikið í því systemi að ræti, ekki nema að það bara verið svona breyta í miðum leik, sko. En ég heyri það að Andri Lukas sé að spila seinni leikinn. Okay. Við erum meira underdoginn, þar að segja. Þá er svona kannski hendar hann betur. Orri er meira svona í kvöld þar sem við erum á heimavelli og við eigum að vinna inn að leik í kvöld. Það er bara hann ekki setjum þá kvöld. Það er líka bara, þú veist, þetta moment sem er með honum núna. Ég held að þetta er svona, hann verður að byrja í kvöld, finnst mér. Kannski, ef þú fer með okkur aðeins í gegnum þetta landslið Svartfjallalands, Kili. Já. Kannski örskýrsla þannig. Já, ég þekki einn leikmann, hann er á bekknum, Stefán Jóetic. Það er nú ekki meira hann. Hitt, ég sá að einhver spila Let's, þetta eru mikið svona
Balkanlönd þarna. Já, þetta er Balkanland. Já, ég að segja, þetta eru mikið Balkanlönd sem að spila í. Já, einmitt. Svo sem ekki spennandi mótherjar, en... Geta þeir eitthvað? Hvað eru þeir? Nei, þú veist, Hvernig metur möguleik okkar? Ég segi bara að vinna þetta, sko. Bara 70-30, sko. Já, 70-30 Íslandi í vil. Hvernig er stuðullinn okkar þar á Epic? Stuðullinn okkar. Já, það var reyndar gaman að sjá. Það er svo ótrúlega magnað að, þú veist, við erum með svo mikið market leader í sem sagt stuðlum á Íslandi, að það er bara það sem Ágústur Ágússon gerir í Íslandi fyrir Epic, það fer bara heimurinn og eldir hann. Þú veist, það er bara svona eini svona alvöru market leader í bransanum. Já. Við erum í kringum 2. Já, hann hefur bara sett okkur í kringum 2 og þá bara eldi allir. 3,5 á Montenegro. Og tilbúið, ég átt eftir að fylla á tilbúið í vikunni. Eftir að fylla á það. Mátt nota það bara hverju degi. Já, en þú fyllir bara einu sinni í viku, ekki? Já, einu sinni í viku. Já, og ég klára alltaf. Það heldur betur. Klára alltaf allt bara. Alltaf að klára Tæma, allt. alltaf að tæma reikninginn. Klára diskinn, klára af disknum. Það var auðvitað mikið áfall og kannski svona, þú veist, ekki það ég sé að íta undir einhverja dramatík, en að missa Hákon Haralds í meðsli. Það er bara, það er ekki hægt að útskýra hversu vont það er. Nei, það er ræðilegt. Við sáum þetta í þessum leikjum í umspilinu fyrir ár, að þetta var Alberts lið og hann var langbestur. Hann er auðvitað langbestur. Hann bara móti Ísrael og einn í Úkraínu, sko. Hver getur stíð upp þá núna? Stíð upp núna? Orri Hákon. Orri, ég minna með meðbyr sem hann er með sér, þá getur hann klálega stíð upp. Já, en Orri er ekki fara að taka. Nei, hann er kannski ekki fara að setja það liða á baki einhvern veginn sóla 3, sko. Ég vil trúa nokkrum. Arnór Sig, þú veist, hann átti flott stint með landslinu fyrir svona 2 árum til að sjá hann stíga upp aftur. Jón Dagur, hann getur alltaf gert eitthvað búr einhver líka. Hann er reyndar... Kötta inn á hægri og bomba hann í vinkilinn, sko. Hann er gæði sem hefði komist í lið hjá Guð og Þórðar. Já. Ég held að hann hefði verið einna fyrstur á blað þar. En svona fljótu bræðingin dettur, Hákon hefði verið gæðin sem átti að stíga upp, sko. Það er bara klárt mál. Heldur betur. Förum í fleiri fréttir með N1. Já, eins og vinnir mínur á N1 voru grínast með, það er N1 fréttin af Alfreð Finnbogasyni þessa dagana. Já. Það er bara einn daginn er hann að ráða sig sem sportdirektor hjá Breiðablik, næsta dag hættir hann með landsliðinu og næsta dag skrifar resignar hann. Já, en hann er ekki hættur. Hann er einu, Nei, hann er bara að skoða sín mál núna og sjá hvort hann, mögulega að fá því samningi eitthvað stærra sem hann lísti vel á okkur, vel á þetta, allt saman. Hann er ekkert að fara í eitthvað, sko. Þannig að félagskiptagluggar eru við að loka þér. Já, þú ert samningslaus. Það máttu sama hvað sem er. Algjörlega, ég minna að vera, bara, ég minna að Rabiot og Ramos og fleiri, að vera hann að pikki á núna. Já, en þegar maður skráður sem leikmaður í lýs... Já, það er þetta góð pæling. Ég ætla ekki að vera með einhverjar fulleringar það, sko. Það er alveg ekkit auðvelt að vera framherja á þessum aldrei að leita sér að liði. Nei. Veistu hvað hann að fara að gera? Ég ekki hugmyndum það, sko. Ég held að ég bara hugsa sín mál núna þetta. Það gerist í gær, sko. Hann er alltaf búin að vera þarna núna að æfa með þeim og ekki hóp núna lengi, sko. Eini eldri leikmaður sem fekk það, því hinn eru bara í varleginu, sko. Svo þetta er búið að vera bara erfitt og þreytt fyrir hann lengi, sko. Já. Þetta er ekkert spilstað að vera í þarna úti. Já, þetta er þannig merkið hvað margir góðir leikmenn að leita sér að. Ég var að Hummels var reyndir að fanna klúbbi á Róma. En svo ertu með... Memphis Depay. Já, Joel Matip held ég sé ennþá. Sér eftir honum? Sko, sé eftir ég er ekkert mikið í því að sjá eftir leikmönnum. Ég er meira bara í þakklæti fyrir þjónustuna. Og það eru sumir sko menn sem fara svona ekki skemmtilega, þeir eru svona, ég ætla ekki að segja dauði fyrir mér, en ég held ekkert með þeim sem hafa farið skilið í gegnum tíðina, en það er yfirleitt þá leikmenn sem eru alvörinu góðir. En svona Coutinho. Ungir menn sem fara, Coutinho, Sterling, Suárez, þetta eru bara þeir eru bara deyja fyrir mér þeir fara svolítið, en svona ungir gaurar, þú veist, Bobby Clark er ennþá on the home side, sko, þú veist, og Matip er það líka, því að það er bara þakklæti, en ég held að hafi alveg verið tímið komin til að losa hann. Já, og mikið af hann og Konati sem að báðir svona injury prone, rekar að fá eitthvað einn sem getur spilað. Já. Skulum aðeins skoða áslitin úr öðrum leikjum í þjóðardeildinni. Það voru leikir í gær og það voru leikir heldur betur helgina. Heimir Hallgrímsson, sumir kalla hann Kópavogsbúan Heimir Hallgrímsson af því að hann er svo mikið í bíkó. Já, hann er
maður er ofta að minna fólk á hans í eigamæður hann bara þeir eru algjörlega alltaf bygging over Vestna Kópóks Já, það líður honum best Já, í breytinni og nei, hann úr Eyjum svo það sé alveg á hreinu hann að fara að taka á móti englendingum breskir fjölmiðlar fjalluðu þetta fyrst og síðast afrek hans í Frakklandi þegar hann og Lars Lagerbäck spörkuðu svo enska landsliði út af EM hann hefur sagt að vanti bastarda í írska landslið hann komur óvart hversu næs leikmenni væru já, hann þá væntilega að hann þar veist ekki Roy Keane já sko erum við að tala það að í ykkar lífi mun heimurinn nema staðar en aðeins stund á morgun á Vívavellinum ætlið að fylgjast með írunum taka móti englendingunum myndu segja stopp Viktoría mín ég að fara að horfa á írana mína Sko við eigum nú panta borð klukkan 8:30 klukkan hvað leikurinn? 4 Já, þá er ég fara að horfa Já, ég sé til, það ljósanótt og svona Þetta er stór helgi á Suðurnesjum ég meina, þú veist, Íslendingu þjálfari írska landsliðsins ég meina, þetta Það er mjög cool og bara stórt líka sko. Þetta er liðs með svona alltaf svona á limmunni að komast inn á stórmót sko. Og ef hann myndi svona koma þeim inn til reglega þá væri bara svílít success hjá honum sko. Hverjir eru bestu leikmennir í Ískalandsliði? Evan Ferguson, Darrell Shea Kamin Keller hann með Comin Keller það voru mínir Er Conor Bradley ekki hann hinum megin eða? Hann norður í Já. Strákar, við sjáum að hann var auðvitað með Jamaica landsliðið þar sem honum mistókst var að tengja við leikmennin Jamaica Steve McLaren búinn að vera mínútu í giginu sjá vídeo þetta ruddalegt vídeo hann búa til bara handshake með þeim og bara, þú veist, hann einhvern veginn að læra inn á kultúr og hann líka svo æstur í að læra hann svo bara, þú veist að segja eitthvað Þýlikt og hann bara þú veist, Þýlikt og þú veist, þetta hann verður bara, skilur í viðtölum verður bara komin, "Tis great man" þú veist, eftir svona 3-4 leiki sko, þú veist, ef við árum bara á mistöngin sem Heimir Hallgrímsson gerði með Jamaica að kynnast ekki þeirra kultúr og þeirra svona svaki og öðru slík sko, hann náttúrulega tók Gumma Hreiðars með sér markmannstjóra, sem eins mikill Jamaica Íslendingur eins og þú finnur eiginlega bara eins og ég segi á Jamaica maðurinn Gummi Hreiðars hver hefði samt verið hinn fullkomni maður sem að hann hefði átt að taka með sér til Jamaica hvern hefði hann fengið með sér sem hefði gelað strax við það ekki Bubbi Mortens? Já, það verður náttúrulega rosalegt Nei, samt þeir hann ekki lélegur í ensku Jó, en við sjáum bara að hann fór í sko, viku til Kúbu og einhvern veginn bara heillaðist Þetta er æðislegt Þetta er mannlífið Þetta er ótrúlegt Ég held að það hefði verið rétt í maður sko. Já en Bubbi var örugglega hræddur að detti sko, skunkin sko. Veist, ég bara get ekki verið þarna bara lyktin og bara kallar á þetta og ég bara stíðin í fíknina og er í farin Hefði Þorgir mig þráinn svo náðu eitthvað við á Nei, hann er ekki hann alltaf edrú, alltaf straight þetta þarf, ég veit ekki hver að veri ég sko hefur svona Gummi Ben hefði nú verið flottur þarna með hann sko. Svona afslappaður svona afslappaður einhvern veginn til Ólaður ekki Skúlason Ólaður ekki Skúla Léttur Ég veit ekki alveg hver hefur verið rétti maður en það var allavega með sjáum að Steve McLaren að gera allt rétt hann er að gera þetta hárrétt heldur betur skotanir voru að spila í gerð þetta endaði það? Töpuð 3-2 töpuð, fengur markað sig á 97. Víti Zalewski, Lewandowski að fara út af ég fagnaði þessu 2-2 jöfnurumarki hjá Scott McTominay hans var þetta svona Evrópumeistara Spánar gerðu hundlegilegt jafntefli við Serbíu leikur sem ég var að horfa á en kannski stóru frétnar í sjöldlu var það að San Marino vann San Marino vann fyrstu í meir en 20 ári ég held að sé sko það var einn í gamla dag San Marino Liechtenstein Var það Liechtenstein? Já, ég gaf mér að það vera Andorra Já, ég held það nefnilega líka sko Hefur við ekki tapað á móti Liechtenstein? Jú Þetta er rosalegt, þetta er mjög ánægilegt Já, þetta er eiginlega risastórt fyrir þetta knattspyrnusamfélag í San Marino Örgulega margir í Adidas vintage skóm sem að fögnuðu þessu sko. Herðu, algjörlega ég meina, þú ert kannski að keyra í Rimini keyrir upp einhverju smá hæð þá er þetta bara allt í náttúrulega til San Marino það er ekki svona, ég fór þarna kynnti mér aðstæður og þetta er rosalega fáir sem búa þarna ekki, er þetta ekki bara Jú, þetta er bara svo Akureyri eða eitthvað, nánast höfuðborgarsvæðið nei, miklu þetta er 20.000, þetta er ekki
100? Nei, Ég myndi ekki 25 Herru, talandum aðeins að ég er að fara á leik með Union Berlin í fyrstu helgin í október á móti Dortmund. Já. Það verður rosalegt. Og ég þarf að kaupa mér vintage Adidas skó, sko. Já. Það er regla. Gazelle. Ég mynd setja inn myndir inn á leikmennina, fútbolleikmenn, þegar ég er komin í annarkot Samba eða special eða eitthvað svoleið, sko. Já, ég er meiri hertamaður en þú ert Union. Það er bara, það er leikarinn í mér. Það er leikarinn í þér. Já, það er nóg að gera hjá Sól og Hólm, hann er að fara, hvernig er Æskaði sýnt? Sko, það er búið að taka upp seríu 2 og hún verður sýnd í lok nóvember held ég. Ok. Held það. Ég skilst það. Það er bara allt á fullu núna, bara verið að klippa. Kíkjum á bestu deildin í fótbolta sem að núna er í smá pásu. Bestu deildin í fótbolta með Kjarnafæði. Það er nú sameiginlegu vinnur okkar Sóla sem að stýri för í raun. Já, Dretsarinn. Dretsarinn sjálfur líka eftirherma. Eina sem eftirhermum sem er í skugganum á Sóla. Já, akkurat, það er bara þannig. Hann er mikið að ringja í mig og taka eftirherma og svo, hvað finnst þér hessi? Þegar hann hláturinn, sko. Hann er geggjaður, hann er alltaf að reyna að herma eftir mér líka. Já, hann hefur reyndar gert það. Mikið að gera það og mér finnst það mjög skemmtilegt. Já, mjög skemmtilegt þegar hann reynir að taka þig. Já. Besta deildin í fótbolta. Við erum auðvitað á leiðin í úrslitakeppni, hins vegar eiga Víkingar og Káringar eftir leik í þess að fyrir loka umferðina sjálfa. Sko, nú erum við auðvitað komin á þann tíma að deildakeppnin, núna verðum við með alvöru úrslitakeppni. Það er geggjað að prófa það í fyrsta sinn. Öllum endum. Já, öllum endum. Og Breiðablik hafa farið mikinn að undanförnu. Það var eins og það losnaði eitthvað þegar Jason Daði fór. Nei, ég held það nú ekki. Ég held bara Davíð Ingvars innkoma hans bara var betri en menn heldu og fór hann upp á kantinu og sveri bakfyrir allan tíman og bara ótrúlega segur þar, sko. Hann gerði svona, hann gaði þeim öðruvísi í janúar þegar að Sala var í burtu. Hann gaði þeim einhvern veginn öðruvísi og mjög vel. Gefur þeim einhvern veginn öðruvísi dýnamík. Hann bara, hangir út vendalínu, fer á mann og bombar honum fyrir og það er Ísak mættur, sko. Sko, af því að Sófaskor er alveg sama hvað nafnið er og annars slíkt. Þeir skoða bara gögnin, hefnaðar sendingar og unnið tæklingar og allt svona. Gylfi Sig er langbesti leikmaður deildarinnar. Já, með það. Já, algjörlega. Ég held að það er ættestið sammála? Já, ég meina ef þú hugsar út ef Gylfi var í Breiðablik aðna Víking, hann væri miklu betri. Það er með menn í kringu sem getur bara hlaupið fyrir hann og hann einhvern veginn fengi að vera miklu meira frjáls og svona gera það sem hann er góður í því að þetta valslið bara brotið lið sem er gjössalega búið á því, sko. Þess vegna kannski lukkar þetta ekki vel fyrir hann. Ég er ótrúlega ánægður með HK. Þeir eru búin að vinna 6 leiki. Ég er bara eftir fyrstu 2-3 leikina og er bara, þetta verður eitthvað. Það eru 6 W's. Sko ef að... Já, og líka bara rosalegir karakter sigrar, sko. Já, allt einhver svona iconic sigrar, margir iconic sigrar, home and away á móti ykkur káringum og alls, sko. Já, við káringar fórum ekki góða ferð þarna upp yfir. Við káringar. Nei, það heldur betur ekki. Sko... Ég var að hugsa, ef Ómar Ingi heldur HK uppi, þá er hann fyrir mér þjálfari ársins, bara nóta á þetta. Þá er hann líka búin að sína það, hann er bara hinn ultimate fluffer í boltanum, hann getur haldið öllum uppi. Ég vissi ekki að hann var svona Gumma Erlings. Hver er það? Er hann ekki svona Guðmundsson? Jú. Já, Guðmundur Erlingsson var markmaður í Þrótti og vinnur býr í Hveragerði og vinnur í... Já, hann er með einhverju tengingu á Suðurlandi. Já, hann er hérna... Þar fundum við risan. Já, hann er einn af kjörís hérna geitunum, sko. Hann var markmaður í Þrótti. Þannig að ég vissi ekki að hann verið svona rannsókn. Það er bara risa dæmi, sko. Þannig að ég er orðin svona smá hákáðingur eftir að ég vissi það, sko. Já, en allavega það er því rosett ef hann með að hanga með okkur hákáðingu uppi. Algjörlega líka bara sem fyrst að breytsölu hákáðum síkast bara vera með Eiðgaut og alla saman frammi. Þetta er bara svo erfitt fyrir varnamenn að verðast, sko, bara tveir svona stórir og erfir að eiga við. Ég held að þetta í playoffinu, ég hef engar ágjur að HK, sko. Þetta er líka bara eins og komst nú inn á hérna þegar Auðun Blöndal var hérna daginn að hann var reynda var ég fyrir verbal abuse frá blöðurunum þegar voru að tala mína knattspyrnuhæfileika. Þú veist, það er aldrei tekið með reikningin ég var sendur í sveit. Nei. Þú veist, ég held að svona, ég er með miklu meiri natural talent í fótbolta heldur blöðurinn. Hann er bara alltaf í svo góðu standi og æfði meira. En það er alltaf rétt. Fyrir okkur hvergeringa er þetta rosalega gott að fá
fá mann sem er bara svona genuinely að setja marxist á íslenska knattspyrnu. Alltaf. Já, það er reisinn. Ómar þjálfaði þegar hann var 9 ára í Hveragerði sko. Já, einmitt. Hann er vitað hann síðan. Heldur betur og vonandi að Hákarliðið hangi uppi því að ég held að þjóðin myndi sakna kórsins úr efstu deild. Sérstaklega Kitty Kernestedt. Bara á sumri eins og þessu kórin bara langbæsti völlurinn til að fara á. Það muni daginn, það var eitthvað hræðilegt við hefur allstar og þá bara longaði með að fara inn í kór og Já. horfa þar sko. Sita þar með koktela, þeir eru núna farnir að blanda koktela þarna í það er alltaf koktela Já, ok. Heyrðu, vá. Verður ekki spila KR úti á móti þeim í vonandi. Ég fer þá í koktela sko. Heldur betur. Heldur betur koktelar og kórin, eitthvað sem klikkar ekki. Skoðum aðeins fyrstu deildinni í fótbolta. Því að næst síðasta umferð fer fram helgina. Ljósanótt í Suðurnesjabæ, Reykjanesbæ. Suðurnesjabær Sandgerði og Garðurinn. Heldur betur. Í fyrstu deildinni þá það, það verður Keflavík Njarðvík á Ljósanótt. Já, það er hárrétt. Fiskið sem ég veit til þess að þetta er gert og mér finnst þetta hrikalega klókt. Ég held að við munum vera mjög góð mæting á völlinn. Líka bara bæðilega að berjast upp og að vera í playoffinu og ég meina þessi leik getur mæst bara í playoffinu sko. Þessi leikur í Njarðvík. Já. Vissu að rocksafnið í Njarðvík. Já, þetta er svona köttastandar rétt á milli sko. Já. Öll rocksagan í Keflavík. Það eru setjum safnið í Njarðvík. Það er líka deilt það hvort að fleiri staðir sé í Njarðvík að í Keflavík. Ok. Já. Einmitt. Okay, það bara, það eru bara landamarkin. Já, það er ekki alveg að vita hvað er línan skerð svona. Vá, þetta er, já. Þetta er efni í eitthvað annað dæmi, sko. Já. Drengir, Þróttararnir eiga, 2 leiki sem þeir ætti að geta unni, það er að segja að þeir eiga leikni helgin og svo Dalvík á útivelli sem er ekki Dalvík fallir. Jú, þeir eru fallir. Já, þannig að, sko. En það við náum ekki 5. held ég, sem er samt alveg ásættanlegt, því að það var enginn að tala Þrótt fyrir tímabilið. Jú, Viktor Unnar. Já, Viktor Unnar, já. Hann satt hérna og sagði bara þetta er hörkulið og þeir fari í playoffið. Var heldur náldi, má ég það? Já, má ég það. Það er frábært að hann hafi sagt það. Ég veit, hann er reynda vel gerður og greindur maður. En þetta er bara, Hansi er að búa til eitthvað skrimsli í Laugardalnum og það var, þú veist, þegar fengum þetta Hansa mentality inn í dalinn aftur, það hefur rosa mikið að segja. Þeir sko, Sigurður Ólafsson og þú, þið svona, svona náðuð kannski ekki alveg saman eða hvað? Jú, sko ég er ekki bara Sigurvin, heldur bara ég og öll hans fjölskylda sko. Því að við Sigurvin vorum náttúrulega með synir okkar og jafngamlir og þeir eru báðir í lærðaskólanum í Kópavogi í dag og Fóruð báðir í lærða? Já, sko Óli Venna, hann byrjaði bara í fyrra en Matti var kiptur yfir núna í haust sko. Ekki mættur á félagsfræðibrautina? Sjálfsögðu. Það er alveg félagsfræði. Það er ekki besta mentunin sem er Þannig að þeir eru að læra núna Emil Durkheim og allt þetta og stúdera svona hans kenningar. Já, og svo eru þeir í svona eitthvað sem heitir líðheilsa og sálfræði sem er ótrúlega mikilvægt að einblína á þessum Pavlov og allt þetta, allar þessi kenningar sem að ég lærði í lærða. Já, og svo náttúrulega er ég tengi sko konan hans, hún Drífa og það fólk, ég þekki það fólk allt saman vel, þannig að það er alveg mikil tenging og ég vil meina að það gerðist eitthvað þegar við Venni hittust í barnaafmæli í sumar. Þar las ég bara yfir honum. Ég gjörsamlega las yfir honum og eftir það fór gengið að detta. Ég hitti á dögunum Dóra Gylfa, voru svona smá þjóðleikúskaffi hjá mér. Hann har aldrei farið til útlanda á leik, en hann er búin að ákveða það sko að hann ætlar ekki til útlanda á leik fyrir að Þróttararnir fari í Evrópukeppni. Og ég sagði bara við hann að það geti. Já, það er bara sens að taka. Það er alveg gott markmið á hann. Já, það fyrsta skrefið er að gera 10 ára samning við Hansa. Ef þá að hafast á næstu 10 árum. Heldur betur, eins og staðan ákveð núna, þá er IBVF í efsta sæti og munum það er bara efsta sæti sem fyrir upp. Það er að segja, IBVF 35, Keflavík 34, Fjölnir 34, Afturelding 33 og svo Ólsegir Íringar með 32 stig. Svo er bara að ég myndi segja að íslensk fótbolta eitt að liðum suma sig sko. Það er bara líka bara stemmingi sem er myndast þarna, þeir eru með hörku stuðningsmannasveit og bara alltaf nóg að liða vellinum. Og hvernig bara einhvern veginn bara keyrðu sig í gang, menn þeir töpuðu 4-1 held ég fyrir Þrótti í sumar sko, fyrir leiknum og einhvern veginn virtist ekki neitt vera að fara neitt. Ég er búin að vera banderklúbbur lengi bara í annarri deildinni og bara enginn að spá í þeim sko. Ég vil fá bara, þú veist, maður mann eftir Kristjáni Brooks í og þannig að ég er bara spenntur að fá þá upp
Ég held að Sævar Gíslason sé ennþá markaðist í leikmaðurinn í sögu IR í efstu deild. Þeir hafa svona lítið ekkert verið þar á þessari öld íringarnir, svona verið þekktari fyrir afrek sín í frjálsíþróttum. Þeir mæta Gróttu helgina, Þróttur mætir Leikni. Ef ekki bara tippa þess á þetta, ef ekki bara fá Kelan til að tippa á þetta, gera þetta svona og þetta eru við. Hvað með það, Kili? Yes sir. Epic gisk hjá mínum manni. Kíkjum á þetta allt saman. Herru, 50% afsláttur í krambúðunni á Nammi-barnum. Ég að fara 50% off. Bara á 50% off. Já, bara, það er bara 50% off. Man ekki alveg hvaða dagar þetta eru, en það er 100% núna. Þú ferð alltaf á miðnætti og svo bara aftur daginn eftir. Það er komið lögadagur. Býður til akkurat. Heldur betur. Njarðvík Keflavík. X. Já, þarna, og veistu hvað, Kili, ekki verið eitthvað svona dipló-gaur eitthvað. Ég er njárvíkingur, sko, en ég held að fari X á morgun. Ég held að verði bara það mikið undir að þetta fari X. Veistu hvað, Það er ekki lendi vissin á ljósanótt. Já, greinilega Það er ekki lendi eitthvað. vissin á ljósanótt. Hann nennir ekki fætt. Hann er með 6 mánaða barn heima, hann nennir ekki slá. Nenni ekki. Veistu hvað, við Sængeringar köllum Njarðvík? Hvað? Njarðlem. Já. Eins og hann sagði á hann sagði, ég get það alveg, Njarðlem. hann nennir ekki. Njarðlem. Þetta er að mæta þarna til okkur inn í Njarðvík. Þetta er ekki heldur betur ekki Njarðlem, sko. En ok, IBVF Grindavík. Easy bara, segi ég. Easy. Fjölnir Afturhelding. Fjölnir Afturhelding. Já, ég meina Fjölnir getur ekki unni leikast þetta hana. Það er bara 2. Fjölnararnir að fara að tapa þar. Úlfur sagði líka, við erum ekki í topparötu, þannig að hann er bara búin að segja frá því. Muni eftir í fyrra er hann kveikt í Magga og Maggi mun mæta bara með hnífana á morgun, sko. Já, vorum samt ekki. Hann verður ábla aggressífur og Afturhelding gefur sig allan í leikin. Þið viti hvað ég meina. Þór Dalvík reynir. Þór Dalvík, Þór vinnanleik er unnu fyrir leikin frekar öðlega og það er náttúrulega ekkert undir á Dalvík og Þór þurra 3 stig til að gjössanlega tryggja þetta, sko, því að þetta er bara vesa er tapa og aðna Gróta vinnur, sko. Svo er það Sóli Hólm og félagar í Þrótti sem taka á móti leikni. Hvernig fer sá leikur? Þróttur leiknir, markaleikur, 4-3 Þróttur. Sælar. Thank you. Og svo er það á IR vellinum í neðra Breiðholti í Mjóttinni. IR Gróta. Já, ég held að IR að tapa einum leik í Mjóttinni í þarna sumar. Og þeir tapa ekki á morgun, þeir vinna. Það er 1. Sælar. Sælir kælir. Þökkum einstakar móttökur. Vá, maður er bara svona pínu flísabúðin. Já. Leiðilegt, ég komst ekki. Hann mætti, Albert Sanchez frá Rúbi í verkværum. Fór yfir stöðuna með þeim öllum. Ég fór með smá hóp á Hotel Keflavík til að sína Versace flísarnar. Var það ekki... Já, það var hrifnir, sko. Var það ekki? Já, ánægði með handbragðið á lagningunni. Já. Væntanlega líka ekki Íslendingur sem lagði þér. Já. Við vitum að það er oft betra af... Já, kannski 4. kynslóð af flísurum. Já. Þeir eru líklega þeir bestu, en allavega það var gaman að frábær stemning í flísabúðinu upp á Höfða þegar að Albert Sanchez frá Rúbi mættu. Það er einhver heppin á leiðinni á heimaleik með Barcelona í La Liga. Ég heyrði nefnilega í svona múrarahóp sem að var þarna, sko. Þetta var ekki bara fróðlegt, heldur líka skemmtilegt. Þessi event, sko. Þetta var ógeðslega gaman og ég læriði helling. Já, það er nefnilega það sem að flísabúðin reynir að gera, allan eins og þau geta. Og hvort það teppnist alltaf, ég veit ekki alveg, en þeir eru allan að reyna. Þeir reyna. Herrið, það eru fullt af fréttum í þessu, það eru auðvitað allir að tala um financial fair play eða PSR eða hvað sem við munum að kalla þetta. Chelsea voru að selja sjálfum sér einhver 2 hótel og færa þannig einhver snildar, þú veist. Ég held í dag að bara gott fótbollalið kaupa góðan center, jú, fínt, en góður endurskoðandi. Bara Teddy Ponsa þeirra Breta er ábúinlega bara orðin launaðast í leikmaðurinn í hverju liði, sko. Alveg klálega, þetta er bara orðið það mikið bull einhvern veginn að ég vil bara fara að hætta þessu, sko. Sko, Aston Villa náði einhvern veginn að bjarga sér á síðustu stundu með að semja þarna við Juventus að losa hvaðan Douglas Lewis. Já, þetta er líka, sko, ég er nú kannski ekki sammála því að þurfa að hætta þessu, því að það annars verður þetta, held ég, við getum farið í algjörar öfgar,
með því en þetta er samt orðið svo leiðilegt þegar þetta er orðið þannig að það er einhvern veginn eina leiðin til þess að balansa bókhaldi að selja uppalda leikmenn. Það er galli. Já, það er mikið galli. Já, það er rísa galli að það sé einhvern veginn orðið jákvætt að losa sig við sína yngstu og bestu leikmenn og það er að segja leikmenn sem þú bjóst sjálfur til. En svona annað í enska boltanum, ég svo sem geti ekkit fengið þig hingað á hans að ræða hennan Sigur ykkar Leopoldmanna á Manchester United á sunnudaginn. Þú helst að ég ætlaði að skauta fram hjá þessu en ég ger ekki. Þú veist, hversu sætt var að vinna þetta því að segjum hlutan eins og Erik ten Hag, hann lagði eld á hann á loka kafla Jürgen Klopp í fyrra með bikarnum í marsmánuði og svo með deildinni í april. Jafntefli. Já, og einhvern veginn kveikti í sísónu öllu. Hversu sætt var það bara að fá tækifæra hefni fyrir það? Er ekki jú, það er náttúrulega, þú veist, það sem þetta er svona helsti andstæðingur okkar Leopoldmanna á síðasta ári. En þetta var bara, sko, það sem að mér fannst ég var ekkert eitthvað vissum að færa maður allt yfir þetta var fyrsta stóra prófið Dominos Ace hafði alltaf þetta easy yfir 2 mörk yfir 2 mörk, það var alveg rosalega kærkomið og ég dáist að svona, ég kallu þetta ekki Big Dick Energy að svona einhvern veginn bara keyra svona út fyrir leik, vel gert Ace en það sem að mér finnst bara að vera svo frábært við Liverpool núna, það er þessi yfirvegun, það er ekkert panik, það er það sem að er sko eitthvað sem að mér finnst vera, já það er nýtt það er nýtt, þetta var alltaf svona maður var þó að Virgil hafi verið í vörninni, þá var maður samt einhvern veginn já, bara hrættur maður myndi skilja eftir 1-2 tilbaka og fá skyndisókn og bara úff já, en mér finnst það einhvern veginn hafa og þetta að vera með 2 djúpa fyrir framann er bara, þetta er bara orðin einhver múr Hvernig er slottarinn farin í? Sko, þetta er nefnilega, mér finnst hann geggjaður þetta er náttúrulega geggja lúk fyrst og síðast, því að sko hann lítur út, þetta er Little Britain lúk já, hann lítur út eins og svona það eru svona, bara svona ballpark tala það eru til svona 8 milljónir sköllóttar manna sem eru líkir honum já. Veist, það er bara svona það eru, ég held að allir sköllótti gæðir sem kallaðir Árnir Slott í dag Veist, það er bara þannig og það er sko og ég upplifaði þannig að yes, it's very nice nice win, nice victory today and team played very well hvernig það talar það er, þú veist, ég held að bara í einn success þá er rosa auðvelt að elska hann en stóra prófið er að það kemur brekka hvort að maður fari þá að pirra sig á því hvernig hann er sko en þetta er náttúrulega alltaf bara maður er svona í meðvirkni skýi yfir því að einhvern veginn sko þessi stjúppappa orka skilurðu því að Klopp er náttúrulega pappin og hann er nýji stjúppappin og hann þarf einhvern veginn að koma þú veist hann svolítið það er ógeðslega erfitt held ég svona ángríns það er bara til 2 tegundir af stepfathers það er stepfather og the father that stepped up ég held að hann sé hann the father that stepped up það væri rosa ef hann væri sámaður Ivan Toney farin auðvitað til Saudi-Arabíu komið í ljós að hann er eitt launasti leikmaður Breta núna, hann er næst launasti það er bara Harry Kane sem er að slíta fleiri seðlum þú var hann ekki með 500.000 pund á viku? Jú, með öllum bónusum skattráls, þegar hann var að spila í Englandi þá var þetta 1 milljón pund á viku sko tæplega þannig að hann er að hafa býsna gott kallinn í þessu öllu saman Nú, einhverja fleiri fréttir úr Liverpool-stuðningsmenn eru samfærður með Federico Chiesa eftir að byrtust myndir á hann vera að skora eitthvað mörk á æfingu. Já. Við erum að fljóta upp sko, við ekki næðin. Ég hef alveg trú á honum, ég held að hann geti hvílt Sala svona við og hann slottar í margar stöðar þetta fram á þið, hjá slottarnum. Hann getur spilað mjög margar stöður fram á þið. Þetta er líka bara, áhættan er engin. Þetta verð sem við erum að kaupa hann á, það er heimskulegt að gera það ekki. Þetta er hann er samt þólanlegur. Þetta er bara það sama og við fengum í sell, on-fee, eða hvað heitir þetta aftur? Jú, er ekki sell on, áfram fyrir hann hérna Solanke. Þetta er meira, því að við keyptum á 10,9 fengum 13 fyrir Solanke. Þetta er frábært og ég þú veist
hann þarf að gera helvíti lítið til þess að borga sig. Dóttor fútból og lagning vinna saman. Ertu að fá leiðin á Keflavíkurflugvöll? Hvernig var að skilja bara bílinn eftir hjá lagningu og njóta lífsins í leiðinni og fá faðmlagið þegar þú kemur tilbaka? Verður maður að fá faðmlagið? Já, þú vilt það. Þú ræðið því bara? Já, fyrst tók ég bara lyklana en það er ekki alltaf faðmlagið. Já, en þú hefur val allavega. Doc 15 er kóðinn fyrir 15% afslátt af þessu. Þetta er eiginlega besta þjónusta sem er í boði á Íslandi að mínu viti. Viktor Osimhen er búinn að reka umboðsmanninn sinn. Kalenda. Sko, maður velti þessu fyrir sér. Ef maður skoðar rekordið hans, hann á 1 season með meir en 15 deildamörkum. Og þú veist, hann lenti upp á kant við Garcia þegar hann tók við, hann einhvern veginn meittist, fór að rífast við social media dæmið hjá Napoli, hreinsa allar myndirnar af sér í Napoli-búning og fólk er bara svona ég nenni kannski ekki þessum gaur. Nei. Það er alveg hár rétt og menn hafa alveg kvestuna, þetta er bara 1 tímabil og hefði hann átt að drífa sig eftir það tímabil af því að þá voru menn alveg tilbúin að borga stóruselina en Di Laurentiis var bara ekki tilbúin að láta fara því að hann vildi halda áfram bara velgengni sem hann gerði svo ekki og þá einhvern veginn bara kólnaðan svakalega sumar eftir sko. Já, hann er verið að díla við eitthvað smá meðsli og annars lið. Hann farið til Galatasaray sem hekk bara 102-3 stig í síðustu ári. Mauro Icardi skoraði eins og óður maður þetta. Verður áhvert að sjá að tyrkneski boltinn sé að koma með eina stærstu stjörnuna í boltanum. Já, ég meina þeir hljóta að vera bara með bestu senderna í bara heiminum. Bara án gríns, þeir eru með Michy Batshuayi, þeir eru með Icardi og þeir eru með Osimhen. Michy Batshuayi. Já, þú veist, það er ekki mörglíð með eitthvað 3 sendera, sko. Nei. Já, er talum bara ég er að tala 3 bara svona. Já, gala. Já, ég er að tala svona 3 saman, sko. Já. Þeir sé ekki betri en Sirksi og Højlund, Já, þetta er... Já, Chiesa og... Nei, það er ekki bara ekki Liverpool-sóknina sko. Nei, þeir eru það ekki. Já, þetta er allavega mjög svona underwhelming niðurstaða. Hvað segja guttarnir þínir þetta? Er hann ekki kongur í þessu? Nei, hann veikur engan áhuga á þeim. Allavega sko það er svolítið skemmtilegt að minn náttúrulega Mattias sem er 17 ára, hann er bara í gögnum en Baldvin er fler leikmaður sko. Og magna bara Neymar, hann er alltaf að horfa á Neymar-vídeó og hann sagði bara ég er betra að dribbla eftir ég fór að horfa á þessi Neymar-vídeó og bara hann er Neymar er bara með ótrúlega sterkast stuð og hann var að panta sér daginn á netinu vintage Santos-treyju með Neymar þú veist, þannig að hann Neymar er hann er kannski bara tjöppi í eitthvað staðar ég veit ekki hvað er núna en hann er samt alltaf heimið á sér að spila PlayStation sko. Já, ég svona í alveg tala, ég held að það sé engin herra skrifaður allavega hjá mínumæni í fótboltaheiminum í dag heldur en Neymar sko. Já, Neymar er einhvern veginn maðurinn voruð búin að það er svona rólegt yfir fréttum í enska boltanum okkur þetta núna. Já, það er auðvitað þessi blessaða landsleikja, sko verðum við ekki bara að finna ykkur að lausna á svona landsleikja. Þetta er svo leiðilegt. Sko, einhvern tímann heyrði ég einhverja hugmyndum að hlaða þeim bara fyrir og eftir tímabil. Þetta var að byrja á að vera strax komin í landsleikja. Kött á þessu þjóðadeild og bara hafa reiluna fyrir eitt tímabil sko. Er það ekki? Já. Ég held að, þetta er líka bara... Það er að fá þér helviti stutt sumafrí þessi gæja. Já, en er ekki að bæta þig eitthvað? Bara, þú veist, ég veit ekki hvað það þarf að gera. Jólafrí. Já, jólafrí eða eitthvað. Nei, jólin reyndar, fótboltum jólin er frábær. Jólaboltin er æðislega, sko. Það er, ég verð á Kanari núna milli jól og nýjás og ég elska að horfa á boltan þar. En það sem er, þetta er alltaf bara ógeðslega leiðilegt og svo er þetta líka bara eins og með fantasy. Þú veist, það var að komast í gang. Já, maður var að þetta í gang og... Íða svo kannski einhver 3 gæjar hjá þér. Já, akkurat. Og svo ef maður er æstur í að gera breytingar, þarf að bíða einhvern veginn. Það er mjög leiðilegt, já. Einar Á eru með Dóttor fútból, við ætlum að velja vinnir og lúsira með Einari Á. Þín tækifæri eru okkur hvatning til að gera betur og það verður áfram þannig. Þétti pulsa, hreinsivörur, þétti frauð, grunnur, efnavörur, já eða veggdúkar og þakdúkar sem að þarf reglulega skiptum. Frábær verslun. Það var eitt sem ég ætlaði að koma inn með sem ég ætlaði að tala er að það var ég var spurður í gær. Hjóra, getur hans útskýrt fyrir mér þetta þjóðardeildadæmi og ég tel mig fylgist ágætlega með fótbolta. Ég fór bara svona þjóðdeildin svona settur á spottið þá fattaði ég eiginlega
Það var eitthvað minni áttu breyting sko og svo það alltaf þannig að það eitthvað lið sem eitthvað ítalur þetta út, nei það áttu góða þjóðadild já, auðvitað, þau fara áfram í gegnum sko, Þetta er alltaf verða svona, ég minna núna meistaraldildin og Evrópudildin og allt þetta, ég veit ekki hverju farið þetta 9-16 sko, ég veit það ekki strax Já, þú veist það er eitthvað playoff eða whatever en þjóðardildin er svona einhvern veginn konsept sem að er skárra en æfingarleikir en ég er samt ennþá bara svona hvað skiptir þetta aftur miklu máli Ég veit að þetta endar alltaf fyrir að vinna Þetta verður alltaf eins og spilið þarna í fósbræðrum sko. Þetta endar alltaf þannig og það er svo leiðilegt einhvern veginn að þetta sé ekki bara þú veist þessir 5 efstu fara og gera þetta svo er þetta bara búið og áfram í næstu keppni en einhvern veginn bara og yfirleitt er þetta þannig að einhver hefur ekkert staðið sinni sérstaklega og stemmingin er algjörlega dottið niður þá kemur bara eitthvað svona hálmstrá fyrir, frá 1,5 ári sem að hendi þeim í einhverja smá baráttu eitthvað playoff eitthvað staðar ég veist að skrítið og leiðilegt við þóli bara ekki svona flóki kjaftaði eitthvað sem einhverju nördar eru að reikna það er búin nördavæða Sko við erum að vinna og lúsir og ég meina þessum sem vinnir lúsir whatever en það voru stóra fréttir í íslenska fjölmiðlalandslæðinu í gær þegar að Tómas Þór Þórðarsson sem stýrt enska boltanum frá 2019 5 ár bara síðan að kom og hann steig út og með honum fóru í Gylfi Einars og Bjarni Viðarsson og Höddi Magga tekið með ég man nú eftir því þegar að strákur hringdi í mér lítill í sér og tilkynnti mér að hann var að hættur í fjölmiðlabransanum því hann ætlaði að fara í viðskiptafræði því hann óttaðist bara að hafa ekki neitt að gera í framtíðinni þessi litli drengur er ekki lengur lítill hann situr hérna hliðin á mér Sjóli, þú þekkir hennan bransa getur allt breyst á 1 mínútu í þessum fjölmiðlagemi Þetta er nefnilega, og það er það sem ég sá þessi litli drengur, það sem ég sá bara þar á okkar árum þegar við vorum að vinna með Jónasi og Mikka Torfa skilur fyrst og svo komu breytingar á ritstjórn og maður gæti alveg una því svo sem þú veist Páll Baldvin var skemmtilegur og Bjöggi hérna fýtt sig á með honum sko það var ekkert vandamáli en ofta eru kannski fólk bara óheppið með nýja yfirmenn þú veist og þú bara einhvern veginn fílar þá ekki eða þá er bara það sem var nú ítti mér inn í viðskiptafræðina var bara endalausar hreinsanir manstu þegar það var lesið upp á blaði hverju var reknir Já, það var helvíti hart sko. Það var bara lesin upp eitthvað 20 nöfn og fólk bara, maður sá það bara brotna saman fyrir framan alla, það var ekki til að hrjóðast eitthvað, herru, hvað þú hittu hérna með aðeins svo eitthvað er skárra að koma grenjandi út á skrifstofu sko. Og við reyndar komist, we made the cut það er að því að við vorum á svo hrottalega lágum launum alveg hræðilegum en það var einhvern veginn, en þetta er bara ógeðslega það er alltaf einhverja eigendabreitingar það er alltaf einhver búin að vinna sig inn í eitthvað sem að þú kannski ekki endilega einhver vanhæfur einstaklingu, bara eitthvað sem þú fílar ekki og ert ekki að tikka með, þú veist og ég meina, þú hefur sjálfur náttúrulega lent í hérna í því að vera útskúfaður Já, ég meina og þú lendir í því að þættinu þér og komum að beina var cancelaður cancelled en þú veist, ég heitmótsi allt á þá þætti og það var högg í kóðinu reyndar það var reyndar ekki alveg ég vil meina að ég hef verið mín ákvörðun sko. nei, það er alltaf Hvað hefur verið mörgum sjónstáttum sem hafa verið cancelled? 2, jafnmörgum og ég verið í þeir hafa allir verið cancelled Nei, 4, ég ætla að skjása eins tími minn líka Var útsvari cancelled eftir þinn tíma? Já, ég eyðilaði það, ég draf það En byrju að hjamma þátturinn með gumma eftir ykkur Já, Var það ekki svolítið högg eða? Svona... Nei, alls ekki. Svona í alvöru talað þá var þetta þannig þegar að Gummabein þátturinn hætti, það voru búin að gera 2 seríur í COVID og ég sagði á fundi í febrúar að því ég hugsaði líka núna er þetta að fara að opnast allt aftur 21 sko og ég er bara að fara aftur í Bæjarbíó og það er minn tekjustopp og hérna þannig ég þarf ekki á þess að halda nei þá sagði Þórólfur, Víðir og Alma hold my beer og það var bara skellt í lás aftur og þá viðurkenni ég það sá ég pínu eftir því að hafa svona tala fyrir því að þetta veri cancelat sko Herri, eigum við vinnara og lúsera í þessari viku? Algjörlega, við erum náttúrulega bara vinnarinn okkar er Glódís við erum að vera bara tilendi Ballon d'Or við skilt sem Íslendingur hefur verið það Heldur betur, hún er eina hvað er þetta margir sem eru hérna mörg sem eru, er þetta 25 eða 30 manna listi? 30 alltaf Já, þannig að hún er þá allan að komin í einhvern hópsum með 4-5 bestu miðvörðum í heiminum Já, alveg klálega það er búið að tala um að hún sé búin að vera í honum bara frekar lengi sko Já, mikil viðurkenning hana fjölskyldu og hana tengda fjölskyldu líka Já, heldur betur Ég verð nú að segja bara manni sem við tölum á hann, Ronaldo 900 mörk, algjör vinnir, það má ég það
Smáhísin í Bíkó. Þau að seljast eins og heitar. Smáhísin í Bíkó. Já, þetta bara risa frétti með dáðan. Vitið hvað kefti 2? Nei. Sigurjón Kjartansson. Hann er með 2. 240 fermetra. 2 stykki. Já, hann er með 2 einhvers staðar einhverju skika fyrir utan Selfoss. Bara 2. Fínt við. Þægilegt. Og lokavinnurinn, það er náttúrulega bara maður sem seldi 19.000 miða á SKS, Þorkild Máni. Já. Ég ætla frekar að setja Sóla Holm sem vinnur. Já, hann verður vinnur í næstu viku. Því hann skrifaði Ice og er búin að selja núna eins og óður maður á Jólahólm. Og hann er ekki að taka saman tryggs og eitthvað, við erum að bæta við dagsetningum. Nei, hann hendur þessu öllu í gang og veit að þetta selst. Já, það er, ég er einn með það er sko, ég myndi segja þessi heiðarlegasti jólakaupmaður, jólagleðikaupmaður landsins, því að fyrsta lagi þá set ég inn bara 30 okkar sýningar og líka það, fólk getur sé hvað er mikið selt að miðum. Þetta er ekki þannig að þú getur ekki selt og þú eru eitthvað svona, finna önnur sæti og það kom bara einhver sæti. Þú getur bara séð, það er bara farnir 30 miðar á þessu sýningu. Þá er það bara þannig. Og ég er líka ekki annamarandi minn heiðarleika. Þú er oft skammað mig fyrir það. Það bæði þinn helsti kostur og helsti galli. Það er líka sko, ef ég er ekki að loka sýningum og segja þessi uppselt þegar 30 miðar eftir. Sko. En hefur ekkert skoðað Oasis-liðina að hækka þegar það eru færri miðar eftir? Já, nei. Ég er náttúrulega alþýðumadur, ég held ég sem ódýrasta meðan líka. Já. Ég er ódýrasta fullorðans meðan líka. Þetta var svona eins og ég fór að selja White Smokin inn í skóna. Þá var ég held að þér, hvernig kemur næstu sending? Ég sagði þetta var limited edition. Já, nákvæmlega. Ég stend við það að þetta er limited edition. Ef þú áttu ekki White Smokin, þá áttu bara ekki White Smokin. Nei. Þetta er svona heiðarleikin sem við læriðum á Jónas Kristjánssonar skólanum. Já, heldur betur. Eigum ykkur að lúser eftir þessa helgi? Mjög erfitt að finna, við náttúrulega tölum hann á hann, Roberto Calenda. Það er hörkulúser sem bara var rekinn frá Simen og Simen samt í sjálfur í gala. Þetta er ömurleg framistæða. Og svo er það verktakarnir Rizzani de Esseri. Er klúðruð þessu Kársnesdæmi aðna. Já, Kársnesskóla. Já, bara milljón gallar, þetta er ykkur ítalir. Þetta er ítalir mjög stöðust að hjá ítalina. Já, emmitt. Þeir byggðu nýja Kársnesskóla sem er ónýttur. Já, það er bara allt út í ykkurum göllum og allt í rugli. Krakkarnir bara ennþá heima. Þetta er hræðilegt. Já, maður setur hljóðan eftir að hafa heyrt þetta. Ég verð að segja Alcaraz og Djokovic að vera dottnir út úr US Open. Það er ákveðu högg að það skildi ekki að gengið upp. Já, algjörlega. En annars á ég nú lenga lúsir að það. Nei, það var erfitt, ég þurfti að kafa tjúft eins og ég segi. Ég fór í Rizzani. Þetta er svolítið vinnara vika. Það gengur vel. Það gengur vel og það er líka mikil skemmtilega að vera jákvæður. Þú veist, ég er einn af þessi jákvæð, allt sé það jákvæða í hlutunum, frekar heldur en það neikvæða. Slum kíkja aðeins í nei eða já, það er nóg að spurningum sem að bíða þeirra félaga. Og svörin munum væntanlega ekki láta á sig standa hjá Sólahólm og Kela. Dóttur fútból að vinna hérna með nýja tölvu, alls konar dæmi, það er mikið áreita á honum, hann veit ekki alveg hvernig hann á að spila þetta. Eru myndin sem settir inn að mér? Já. Þetta er góð mynd. Flott mynd. Veistu hvað tók hana? Nei. Átni. Velkomin Átni. Já, hann tók þessa mynd. Það er kóngurinn. Bara fyrir utan heima hjá honum. Heldur betur. Á nýbílaveginum. Já, hann er Kópavogsbúi. Já. Og vill hvergi annars staðar vera eins og þeir sem kynnast því. Dóttur fútból að sjálfsögðu með Æsver. Hér er ég Æsver gallanum. Keli líka í Æsver. Þetta er rosa, og herðu, mér finnst líka vert að benda á það. Margir halda að oft tala að Keli sé lítill. Já. Medium bólur. Já, þetta er medium. Já, hann er greinilega búin að þrekna og stækka. Ég ætla bara fyrir aðna hlustendur og þá sem eru að horfa, ég sit að púða. Já, bara svona sólavegna, sko. Já, hann er að púða, já, það er heldur. Ég þarf að tala við smiðina sem smiði þetta fyrir mig, við ætlum að hækka þetta aðeins. Það eru auka pallur undir stólnum að skila. Heldur betur. Einar Hermannsson spyr, er Sóli góð Kela eftir Herma? Ég bara, nei, ég er það ekkert sérstöku. Ég myndi aldrei þóra því að gæinn alltaf hótar að berja mig einu sinni í viku, sko. Þú ert betri. Já, en þú veist, hvernig leikmaður er hann hérna Gunnar í Þrótti? Þú veist, hann er, svipaður og Hansi, bara aðeins betri vinsturlöp. Já, hérna, Erik ten Hag er það sem þú færið og pantar Pepcard í Óla frá temu.is. Þessi er mjög góð, það er bara árétt, já. Já, ekki. Þessi Temu-brandarar, þeir Ég er grimmur á Temu. Já, Temu. Ég er eða svona 40 skall á viku. Ég er alltaf að sjá hvað sniðut þarna. Og eftir því sem fólk segir að þessi hættulegra, panta ég meira. Já, nei, ég kem ekki nált þessu. Ég er sem panta bara núna, eitthvað. Leysir og okkar.
má ég sjá, er Hrafnkell góður við sjálfan sig, spyrir Viktor Örn? Herri, já, ég reyndi eins og ég gat í sumar, þarna var ekki mikið að æfa að vera mjög góðum við sjálf á mig. Bara, ég fitna ekkert. Nei. Ég bý við það. Vinnur Everton leik í ár? Nei, já. Já. Já, þeir vinna. Er Slott mikið betri en Klopp? Nei. Hann er ekki betri, en hann er framlenging. Hann er framlenging á Klopp. Er Liverpool að fara að slást titilin við City í stað Arsenal? Já, Ég frekar. held að þetta verði þau 3. Ég held að Liverpool endi fyrir ofan Arsenal og ég er ekki einu svona eitthvað að reyna eitthvað að æsa í fólki. Ég held það bara, mér líður bara þannig. Ok. Hollywood Holm, ég spyr einfallega, gengur vel? Spyr Jón Kári Eldon. Það með grunni að það, já, það gengur vel. Er efnið hjá Hólmarunum grófara þessi jól en í fyrra? Þetta er mjög góð spurning. Ég sko, það er alltaf hætt við því, já, að það gerist. En ég ætla svona að reyna að halda þessi velsamismarka. En ég myndi svona alveg búast við því á að ég sé komin í einhvern spíral sem ég ræði ekki við. Þú varst pínu grófur hvernig þú tókst þarna Palapapa. Já, í fyrra, já. Svona Íslands sagamál. Já, akkurat. Fyrir ógæfumadur. Kallar ógæfumann og alls konar dót, sko. Getur þú séð hvað er búið að selja marga með það? Já, það er það ekki, þú ert eitthvað pirraðar, fínt að kíkja það? Jú, það er bara meira að segja eitthvað sem ég gerir mjög oft, sko. Það er bara þannig, það er bara að gera það núna. Mun samfélagið beita sér með beinum hætti í samningaviðræðum Liverpool við Sala, Van Dijk og Trent? Já. Það er bara já. Já, það er bara já. Við Baldur erum að teikna upp gott plan með þetta. Og Trent verður aggressífur á hann. Það er eina alveg rosalega löng, sko. Ég er hrifin af því ég er svolítið að hendi þær líka. Já, sko ég bara Veistu hvað hún er? Nei, sko þetta er Gissur Jónsson með mjög langa spurningu og ég næði ekki að kjarnan, sko. Næði ekki kjarnan, við sko erum að svara henni bara á. Þú fær bara heim á eftir. Við erum bara inn á leikmönnum bara. Já, er Hólmarinn með Versace flísar heima hjá sér? Nei. Mætti Hólmarinn í flísabúðuna þegar það voru að kynna nýja stöfið frá Ruby? Nei, ég komst ekki, en ég eins og sé, ég hef heyrt í mönnum sem sagði þetta að vera fyndið, fróðlegt og bara stuð. Geðveikt. Er Chelsea svoandi risi sem mun vakna á þessu tímabili? Nei, en ég heldur verið ofarinn í fyrra. 7. seti. Endur ekki 7. seti á var það í 7. fyrra, ok? Ég ætla að segja bara 5. Þeir ná ekki Nei, þeir fara ekki. Þeir enda bara sama stað. 5. gefið Champions League. Ég held þeir enda sama stað, en ég finnst samt eitthvað jákvætt og ég held að þessi gæi sé fýtt þjálfari. Já. Því það var einhvern veginn engin stemming fyrir honum. Nei, nákvæmlega, hann einhvern veginn kemur bara vel fyrir og fleira. Þannig að gæti alveg fleira. Og fleira. Gæði og svo fleira. getur vel verið að þið bara fara alla leið, sko. Takk að mækara. Það er 100%. Förum í endurbund allt saman á El Grandi. Shit, ég er búin að gleyma því. Doktor Fútból er að selja svörtu sandana. Það er að segja bólinn góða og derhúan fallega í kemi.is. Þannig að Doktor Fútból aðdóndur farið inn í kemi.is. Þar eru feðgarnir Danni Hemm og Hemmi Hemm og taka vel á móti ykkur. Þar seljið þetta allt saman. Þetta er eitthvað enn fyrir jólin, veit ekki, er ekki búin að ákveða. Nýr inniskór, það er eitthvað að kvissast út bæinn, veit ekkert það. Sjáum bara til. Þú ert með teimi í þessu líka. Ég er með teimi í þessu. Sóli, fyrir aðdándur Jólahólm, verður eitthvað fyrir þá? Jólapeysa eða eitthvað? Sko, ég sá náttúrulega, ég horfði á tónlistarmennin okkar hjá Blömanninum, það sem að Herbert var að tala um. Þú hitti ég bara í COVID-inu og ég talaði um einhver úrlinga bara ég tapaði 700 skalli bara að þessu mánuði, bara misti gig. Og þess að þetta er ekki með mörd. Þú ert ekki með mörd, þú verður með mörd, góðum bóli og peysur og nú er ég bara að keyra þetta í öll hús og þannig að þetta kveikt í mér. Þannig að það getur vel verið að ég verið með mörd. Þetta tók ekki nema 1/3 íbúðin hans. Og svo var líka gott sko að hann saði þessa ræðu í svona íslenska ameríska sem ég var státtur eitthvað og sko að var fólk að það búin að tapa ábyrlega einhverjum 100 milljóna í COVID en þetta var 700.000 krónur sem hann hafði orðið af þarna. Það er litið gaman sko. Og hann átti samúð allra að það var mista á þessu 700 skalli. Já, algjörlega sko. Hann er óhrættu við að sko að tala það gengur vel en líka hversu skítt hann hefur. Hann hefur oft skítt. Það er sem best við heppa þegar hann er að vitni í fólk. Sástu, það er svo geggjað. Þessi þáttur var æðislegu bæði hjá Kingblöðu. Og þú veist, þegar hann er að segja sko, þú veit ég bara kona, hún svo, Ebbi, þetta ekki að fara að vera með meira mörd. Svo allir tali bara eitthvað svona, Ebbi,
Það er svo flott sem það gera maður. Það er best þegar Happy talar vitnar í fólk. Ég hef svona þrísvar æfin orðið reiður og eitt af þeim skiptum var þegar hann lagaði þakið og allt á raðhúsinu og þurfti svo að taka þátt í sameiginlegu, þú veist, og hann var búin að sjá sitt tak alla tíð. Hann var nýbúin að láta þetta nýjan pappa, búin að skipta Já, rennur, allt frá hennar á. allt saman, allt bara nýtt, eins og nýtt. Hann þurfti að taka þátt í kostnaði hinna. Já. Og fjall þar á þrjóskunni bara. Þú veist, hann misti húsið. Ég vil meina að hann hefði getað borgað þessa 1,5 milljón í staðin fyrir að missa húsið, en hann er prinsipmaður. Hann er algjör prinsipphundur. Herðu, förum í El Grande og Merch. Það er til sölu, Dr. Fútbol Merchið með kemi logónu fallega á. Drengir, eina sem ég ætla að fá frá ykkur eru menn sem eiga meira en 20 mörk fyrir Liverpool í ensku úrvalsdeildinni. Já. Sóli, ég ætla að lefa þér að byrja. Já, ég segi bara Steven Gerrard. Já, bara förum í Momentsala. Já. Robbie Fowler. Já. Sadio Mane. Já. Michael Owen. Já. Sjáu, hugsa ykkur, þeir eru búin að taka alla efstu gæðin. Þeir eru bara geðveikt, vel gert. Rusla þá. Bobby, Firmino. Já. Stan Collymore. Já. Yfir 20, það þýðir meira en 20. Fernando Torres, já. Luis Suárez. Já. Og ég sjá, fleiri úr þessu lið okkar upp á síkastíð. Coutinho fór yfir 20. Já, 100%. Já. Daniel Sturridge. Já. Daniel Sturridge. Gott level á sig okkur, djúlega góður. Algjörlega. Heyrðu, má ég sjá, Jordan Henderson, hann fór yfir 20, trúigjöru. Hann var það lengi að það. Jordan Henderson. Já, dreftu mikið, hann hlýtur að fara í 20. Hann lauma alltaf við og við. Jordan Henderson var svarið. Ég ætla bara að þetta núna og það er rétt hjá þér. Yes, vel gert. Ég hef ekki viljað hætta núna, ég segi náttúrulega bara Ian Rush. Já. Já, ok, ég held að þetta væri ensku. Þetta er Premier League. Já, þetta er Premier League. Ég var svo ungur af það, ég man ekki neitt eftir þessu. Já, ég ætla samt að hafa það í huga áfram. Ian Rush, þeir eru fyrir mig hvað aðeins tilbaka, má ég sjá. Luis Garcia. Luis Garcia segir. Þú ert að spila rosa tæpt. Já, ég er að gera það. Það er skemmtilega. Er það grínast? Luis Garcia ekki með 20? Hvað var það? Nei, hann var 18. Hvernig dattir ég að fara strax í hann? Þó bara einhver sendir það. Hvernig ætlaði þú komið næst, Sóli? Já, góð spurning. Ég hefði sannlega næst hefði ég komið með býtum við því hún búið með Diogo Jota. Shota. Ég glemdi honum aðeins. Shit. Hver er þetta? Hver fagnaði hérna alltaf Jóni Jóni? Já, þetta var Heskí, já, Heskín, já. Ég átti bara Heskí maður. Já, mann það bara á eftir fullt af leikmönnum í liðinu núna, sko. Karol fór ekkert yfir 20, nei. Nei. Krátsar og tæpur. Ég held kannski að þessi myndi dreifbyggu væri Darwin Núñez sem er ekki enn komin yfir 20. Ekki enn komin? Nei, hann er með 20 stykki. Allan sangat LFC history.net. Yfir 20, já, mitt, já. Ég skar sig ekki yfir 20. Þetta var skemmtilegt. Ég bjóst við að Patrick Berger þetta er allt komið. Þetta hefði reyndar allt saman komið. Steve McManaman, Makka eins og einhverju kalla. Hefði mátt gefa til að gult og halda áfram, sko. En já, allt er góðið. Eini varnarmaðurinn. Er Trent? Nei, býðu, leið mér að hugsa. Eina varnarmaðurinn. Tveir varnarmenn allavega. Sem eru konum með yfir 20 mörg. Já. Ég ætla að segja að sé, sko, Virgil er ekki komið 20. Nei. Ég ætla að segja að sé, hérna, í Premier League. Já. Já, ok, býttu nú við. Ég ætla að segja að sé Sami Hyypiä, var hann ekki alltaf að skora? Búm. Já, Sami Hyypiä. Og ég ætla að segja að það sé Varnarmann bakverð eru líka varnarmann. Já, sko Trent er ekki komið 20 mörg. Nei, og ekki Robertson heldur. Bakvörður, var það, já, Jón Arne Riise. Já, Jón Arne var alltaf sleggjan inn. Já, Jón Árni. Já. Þetta betur frábært að fá Jóla Hólm Ég er taplaus í El Grande. Leikmenn sem það spila fyrir Þrótt, ég tók það, ég neldi það mútið Gunna. Svo stu munn og mér svona, ég fór ekki að grenni eins og Gunni fyrir. Gunni setur alltaf varnagla. Já, ég veit það. En það var gaman að fá að vera með þessu, það voru alls konar tæknilegir, einhverjum myndi segja örðuleikar, ég segi tæknilegir styrkleikar. Já, áskoranir. Vorum við að taka hérna upp í 9 hólfi hér inn í Túborg 10-ni, virkilega gaman að fá að sitta hér
og ég minna alltaf að fara á landsleikin í kvöld og segja einfallega áfram Ísland. Já, Bara einfallega. já, algjörlega. Takk fyrir að gefa mér pláss. Já, ég ætla að þú átt skilið þitt pláss. Þið sem að hlusta, kaupa ykkur inn á Jólahólm, því að Hólmarinn þarf líka sitt, auðvitað búin að standa sér frábærlega skemmta þjóðinni í mörg ár og nú er komið okkur að hjálpa honum og hans fjölskyldu yfir jólin og ídónum yfir þann hjalla sem að jólin eru. Já. Og endilega, farið inn á tix.is, Jólihólm og eigið frábæri jól. Dr. Fútból snýr aftur hér á sunnudagskvöld. Verið sæl.